Þátturinn Mánudagskvöld með Gesti Einarsyni frá Hæli. Já, smá svona örglastef hérna hjá manni, en það nú allt í lagi. Það nú mánudagskvöld og já, við ætlum að dempa okkur í núna smá, já, fyrst aðeins enska boltan, því að ég veit að maðurinn sem er komin á línuna veit mikið enska boltan og það Sverrir Þór Sverrisson, en hann náttúrulega þekktar í dag, náttúrulega fyrir körfuknattleik. Komdu heill og sæll, félagi. Blessaður. Hvernig hefurðu það? Ég hef bara mjög fínt. Þú ert bara nýlendur það ekki til Íslands? Jú, ég kom heim bara klukkan 3 í dag frá Liverpool. Já, og þú hefur farið á góða leiki? Já, ég sá Liverpool Sunderland á laugardaginn, var með æskuvinni mínum og Sigurinn Magnúsinni og við fengum þarna góða sigur og bara mjög gaman. Já, og já, það var kannski, já, það meiddist eða ekki lykilleikmaður Liverpool hérna í leiknum hjá sem þú varst á helgina? Jú, það var alveg, það var mikið svekkelsi með það og vonandi að verði ekki Coutinho, vonandi að verði ekki frá lengur en einhverjar, það að tala að gat verið einhverjar 5-6 vikur og svo náttúrulega vestafall einhverju mánuður, þannig að vonandi verður þetta ekki nefnir þessar vikur. Hann alltaf mikilvægur til að fara að missa hann út úr þessu í 3-4 mánuði. Já. Þið fenguðu þá væntanlega svona hressilega stemningu beint í æð þarna, það var Liverpool Sunderland og Liverpool í færum allan tíman, en svo kemur staðan 0-0 og það kemur allt í einu þjálfari Liverpool og bara öskrar á ykkur áhorfendurna. Já, hann reif allt, þetta var alveg magnað að sjá kallinn maður. Við vorum einmitt þarna, vorum þarna á hliðarlínunni sömu megin og hann var og það var alveg magnað að sjá hann og líka finna kraftinn bara sem kom inn á völlin og sérstaklega náttúrulega úr koppstúkunni, alveg þvílíkt og þá náttúrulega bara markið kemur raun og veru þarna rétt eftir það, fyrsta markið. Það leit ekkert vel út upp á því, voru að spila ágætlega og náttúrulega í færum og sem, en hini voru náttúrulega bara lágu bara 10 bara í vörn, alveg bara í skotgröðunum og maður farin að halda að maður verið að fara að fá bara 0-0 leik. Já, en þú kannski kannast við þetta sjálfur sem þjálfari að stemning áhorfenda, hún smitar það ekki rosalega út frá sér inn á völlin hjá leikmönnum? Jú, það gerir það alveg. Það getur haft rosalega mikið að segja það er góðu stuðningur áhorfenda og þó að sé ekki stundum margir á leikum eða bara heyrist vel í þeim sem er á leiknum, þá það hjálpar alltaf liðinu. Já, mér skildist einmitt að þú ert náttúrulega að þjálfa Keflavík í Dómnefndardeild kvenna, svo ertu með B-lið í fyrstu deildinni og það gerðist víst athyglisverður hlutur í fyrstu deildinni þar sem að KR vann topplið Breiðabliks og það skildist mér að það voru mættir minniboltastrákar sem að hvöttu KR-ingar og það nægði til að stelpunar eru bara spiluðu mun betur. Já, ok. það er jákvætt að kenna yngri iðkendunum að hvernig þetta virkar, að mæta á leiki og hvetja liðið sitt. Það er flott að þið læri það strax og já, það hjálpar alltaf. Það er alltaf gott að hafa stuðning við liðið sitt þegar liðið er að spila. En þessi fyrst deild kvenna, það eru náttúrulega bara 5 lið, þið í Keflavík, þið björguðu svolítið deildinni með að vera, það ekki 5. liðið? Jú, ég myndi segja það. Man heist það líka á þjálfurinn sem er að spila á móti okkur að þau voru ánægðir að við ætlum að vera með að munar náttúrulega rosalega vera með eitt lið í viðbót, að vera með 5 lið fyrir einhverjum 4 og það er bara gaman. Þetta er gott verkefni fyrir stelpuna mínar. Ég er náttúrulega með, þetta er mjög ungt lið, þetta er náttúrulega allar stelpunar raun og veru sem er að spila svona mestu leiti við B-liðinu eru náttúrulega bara úlingaflokkstelpur. Svo erum við reynda búin að fá Birnu Valgars til að spila með okkur. Hún kemur með hæð og sína reynslu inn í þetta, þannig að það er mjög gott að hafa hana. Stelpunar þau finnst alveg svakalega gott að fá hann inn í þetta með sér og þannig að þetta er svona kannski betra jafnvægi á liðinu okkar, að fá eina sem er reynda öfluga. Hún hækkar þá meðalaldurinn kannski aðeins í liðinu? Já. Hvað er hún Birna gömul? Er hún ekki fertug? Hún er fertug, 76 módel. Já.
það ekki leiðilegt að svona leikmenn komi að leika með ungum stelpum. Nei, það bara búið að vera alveg, það bara, þetta er gert mikið fyrir björliðið hjá okkur, sko. Og við erum búin að vinna 2 leiki af 3 sem hún hefur verið með. Já, náttúrulega. Þessi fyrst til kvenna, hún nokkuð jöfn, Blikar, Þór, Akureyri, KR og þið þarna og svo náttúrulega Fjölnir, þeir eru í uppbyggingunni, þetta eru jafnir leiki sem að Fjölnir eru með annars í. Já, þetta eru fín lið þarna og ég held að sé alveg einhver af þessum liðum ef þau væru í efstu deild með góðan útlendingskilur þá gætu þau alveg á góðum degi strítt mörgum liðunum þarna held ég sko. Nákvæmlega. En þá að dóminusdeild kvenna, Keflavík og Snæfell í efstu 2 sætunum, ykkur var ekki spáð svona byrjun Keflavík liðinu þínu? Nei, það var náttúrulega spáin fyrir tímabilið, þá voru við í 7. sæti og þetta er náttúrulega bara búið að fara mjög vel að stað hjá okkur og við erum náttúrulega bara ánægð með byrjunina en þetta er náttúrulega bara, mótið er ekki einu svona hálfna, þannig að það er enginn að missa sig í einhverju, þetta í eitthvað rugl og við höldum bara okkar markmiðum áfram og svona aðalplanin náttúrulega hjá okkur er að reynilega bara bæta okkur sem lið bara í gegnum veturinn og að eftir tímabilið verði einstaklingarna líka hver og einn orðin betri leikmaður en það voru fyrir mót og svo náttúrulega bara stefnum á að komast í topp 4. Og þetta er svolítið gaman að horfa á hópinn, þetta er svo ungur hópur og elsti leikmaður það er Gannin, Dominik Hudson, hún er fædd 80, er það ekki? Hún er farin. Hún er farin, já, afsakið. Efsti leikmaðurinn eitthvað, fædd 91. Já, það eru sem sagt nýr erlendur leikmaður sem að spila sem fyrsta leik sem sagt með okkur á miðvikudaginn, en hún er búin að vera alveg í 2 vikur rúmar og Arjana Múri heitir hún og hún og Salbjörg Sævarsdóttir, þær eru jafngamlar, 25. Já, Svo er Erna Hákona 23, fyrirliðin okkar og svo er þetta bara stelpur sem sagt 19 ára og niður í alveg og svo nokkur marga 16 ára stelpur sem eru í æfingahópnum og einhverjar náttúrulega líka í hópnum með okkur. Þannig að þetta er ungur og efnilegur hópur en þær virðast vera, það virðist svona þegar maður horfir á tölfræðin og fleira og leikjum hjá okkur, þetta virðist dreifast mjög mikið á allan hópinn, það er ekkert eitthvað svona eitt sem er bara í öllu. Nei, við erum, þetta er bara virkilega flott liðsveld hjá okkur og þetta er ótrúlega skemmtilegt lið að þjálfa, þetta er bara flotti karakterar og duglegar og langar til að verða betri, langar til að ná árangri og bara leggja mikið á sig og þetta er bara hópur sem að okkur þjálfurinn finnst virkilega gaman að vinna með. En nú er búið að vera ansi löng pása, það er ekki búið að vera leiki síðan í byrjun nóvember, fyrsta umferðin núna eftir löngu pásuna, eftir landsleikjahlið er núna á miðvikudaginn. Hvernig hefur þetta einhver áhrif svona á hópana að vera í svona langri pásu? Það á bara eftir að koma í ljós en það er náttúrulega sumliðin kannski verið ánægð með þetta, hafa tíma til að slípa sér betur saman og svo náttúrulega líka eins og fyrir bæði okkur og haukana, við erum náttúrulega hauka á miðvikudaginn, þá voru þessi lið að fá nýja erlenda leikmenn þannig að við erum búin að hafa tíma til að koma þeim inn í hlutina og það er alltaf gott að hafa tíma í það í staðin fyrir að fá nýjan leikmann og það er leikur kannski bara daginn eftir eða eitthvað skilur við. Já. Þannig að það eru kostir og gallar í þessu og en eins og ég segi, það er bara eftir að koma í ljós hvernig fríi hefur farið í liðin. Já, nákvæmlega. Þessi deild með hvernig hún hefur farið að stað þessar fyrstu 9 umferðir, þetta er, það er ekki mikill munur á milli liðana þannig séð mjög svona ef maður horfir á töfluna. Nei, það er sko fyrsta leið, þá er náttúrulega bara ekkert lið í þessari deild það slagt að þú mætir bara í leikinn og viti fyrirfram bara að fara að vinna, bara spurning hversu stórt. Þannig að það er að skemmtilega við þetta. Það har oft verið í kvennadeildinni einhver lið sem voru mikið slakar en hinn og áttu voða lítið séns í að vinna marga leiki. En núna er þetta bara, heldur fyrir tímabili einhverjir sem við vorum nú að segja
þeir voru að spá að Njarðvík myndi jafnvel ekki vinna leik. Njarðvík var bara í toppnum eftir einhverja hvað, við toppin eftir 3-4 umferðir. Já. Og þannig að, svo líka með Haukana og einhver talaði að þeir myndi verið í miklu basli og þær eru búin að vinna nokkra leiki og eru bara með hörkulegi líka og þannig að það þetta snýst ekkert um einhverja spá, þetta snýst bara um hvað leikmenn leggja á sig þegar kemur að leikjónum. Snæfell svona talið sigurstranglegast, þar eru kannski með svona reynslu mesta hópinn og kannski kraftmesta? Já, þær eru náttúrulega bara með reynslu mesta hópinn, búin að vera lengi svona kjarnin í þessu liði, búin að vera saman í nokkur ár, sami þjálfari náttúrulega, Ingi búin að vera með þær í nokkur mörg ár og gera hörku hluti og svo er það náttúrulega bara með systurnar Berglindi og Gunnhildi sem eru svona með mestu karakterunum bara í deildinni og meðan þær eru þarna þá verður Snæfell alltaf hörkulið. Það binda þetta allt saman og náttúrulega búin að raka inn titlum á undanförnum árum. Þannig að þær eru náttúrulega líklegastar, það er bara þannig. Aðeins að Dóminusdeild karla, þar er nú ekki síðri spennan, það eru 4 lið á toppnum með 12 stig og svo kemur rull alveg frá 5. sæti niður í það 8. líka með 8 stig og svo þetta er bara alveg niður nema Snæfell, þeir sita náttúrulega á botnunum eins og staðan er í dag. Já, það verður náttúrulega rosalega, að vita að þetta er rosalega erfitt fyrir Snæfell og það hefði hjálpað þeim rosalega hefði náðu að klára þennan Borgarnesleikum daginn sem þeir voru í tvíframlenging og hefði hjálpað þeim rosalega að ná strax í 1 sigur en þeir, ég held að það sé ég er alveg positur að þeir fari niður en hvaða lið fellur með þeim, það er ómögulegt að spá og það er náttúrulega sjálfsagt eftir svona áramótin þá verður væntanlega að fara aðeins að svona kannski skýrast línur með hvaða lið verða í efri kantinum. Þetta er náttúrulega fljótt að breytast og að séu kannski einhver með 12 stig núna og önnur með 6 skilurðu. Eitt lið vinnur 2 leiki meðan eitthvað að toppliðunum tapar 2, þá eru þeir komnir alveg við hliðina á þeim, þannig að svolítið ómögulegt að spá hvernig það verður á endanum. Nei, nákvæmlega. En þetta er bara skemmtilegt og gaman að sjá hvað Jóhann Þór félagi minn sem var aðstofamaður hjá mér í Grindavík í 3 ár, hvað hann er að gera góða hlutum í Grindavík eftir svolítið erfitt tímabil í fyrra og bara frábært að sjá hvað þeim gengur vel. Svona í lokin áður en ég sleppið þá langar mér að forvitna svona, nú ertu búin að vera náttúrulega begge bars búin að þjálfa kalla og kvenna, hver er þetta ekki svolítið öðruvísi þjálfun eða svona öðruvísi hugsun í kringum þetta, eða er þetta ósköp svipað eða hvernig svona helsti munurinn? Þetta er mjög ólíkt, það er raun og veru sem margir segja miklu, í raun og veru erfiðar að þjálfa kvennaliðin, það er bara allt öðruvísi, alls konar mál og svona dæmi sem hafa verið að koma upp og svona og eins og bara dæmi í fyrra með Keflavík skilurðu. Ég náttúrulega kom inn í þar þegar allt var búið að vera í tómu rugli og tímabilið var náttúrulega, það var ekkert gaman að standa í þessu skilurðu. Við tókum þetta á okkur, ég og Gunnar Stefánsson og kláruðum tímabilið og en svo náttúrulega fórum við bara í mikla breytingar á hópnum í sumar og í raun og veru sátum við uppi með ennþá yngri hóp enn í fyrra og en bara miklu betri hóp sem er tilbúin að vinna saman og svona jákvæðara hugafar og bara stelpur sem er að spila og berjast fyrir hvora aðra. Þannig að en það er mjög ólíkt, það er svona erfitt að lýsa þig eitthvað sérstaklega en það er ekki, þetta er bara tvennt ólíkt að vera þjálfa kallalið og kvennalið og þeir vita best sem hafa verið að prófa að þjálfa bæði liðin og það er náttúrulega sumir eins og Ingi Þór til dæmis, hann er til dæmis að þjálfa bæði og fleiri sem hafa verið í því skiluru síðust árin en þetta er samt alveg, þetta er náttúrulega margt líkt skiluru, þú veist að fara yfir leiki og undirbúningur og svona, það er samt svona ákveðnir hluti sem
koma oftar upp í kvennaliðum svona einhver smá vesinn og svona sem að gerist eiginlega ekki kalla megin. Sverrisson, þakka kærlega fyrir að gefa okkur tíma og gangi þið sem allra best á leiktímabilinu. Bestu þakkir. Takk kærlega. Blessaður. Bye bye. Já, það er spurningum að enda þetta á Walk Alone laginu fyrir hann. En kannski að minnast á næstu leiki. Það er náttúrulega nóga leikum framundan og ef við byrjum á hérna kvennadeildinni, þá eru í fyrstil kvenna það er einn leikur á laugardaginn þar sem KR og Þór Akureyri eigast við, sá leikur klukkan 3, en í dómsdeild kvenna þá er það Grindavík, Skallagrímur, Stjarnan, Njarðvík, Snæfell, Valur og Haukar, Keflavík. Þessi leikir hefjast allir korter yfir 7. Og í dómsdeild karla þá eru næstu leiki þar á fimmtudaginn, þar eru 4 leikir, Njarðvík, Þór Akureyri, Snæfell, Haukar, Stjarnan, Grindavík, Tindastóll, Skallagrímur. Þessi leikir korter yfir 7 og svo á föstudaginn er það IR Þór Þorlákshöfn klukkan korter yfir 7. Nei, þessi leikir eru allir á fimmtudaginn, afsakið. Allir korter yfir 7. Nú í fyrstdeild karla þá eru næstu leikir þannig að það er Höttur og Hamar sem er núna á fimmtudaginn klukkan 6:30. Svo á föstudaginn er það Ármann Fjölnir, Valur Breiðablik, Vestri FSU. Og þessi leikir sem að Ármann Fjölnir klukkan korter yfir 7, klukkan 7:30 er Valur Breiðablik og Vestri FSU hefst klukkan 8. Nú það er bilið, við ætlum að skipta núna yfir í CrossFit og línuna innan skamsur María Rún Þorsteinsdóttir hjá CrossFit Hengli í Hveragerði. Íslandsmóti í CrossFit fór fram helgina og það var mikil stemning þar og einni mikla deilur eitthvað varðandi lyfjapróf og gott betur það, en María Rún verður á línunni innan skams. Fara ekki langt, sportáttur með til klukkan 11 í kvöld. Allt sem tengist íþróttum. Sportátturinn mánudagskvöld á Suðurland FM.